fara í fjölskylduferð til Króatíu með fjölskylduna og Stulla. Stulli kominn til Króatíu, hann var kominn bókstaflega áður en ég vaknaði í morgun. Sérst að mér stóð það að vlogga frá flugvelli. Day one! Smá rigning. Hvað segir þið gæði? Það er rigning, já. Næs? Er þetta næs? Já. Stulli þurfti aðeins að vinna, þannig að ég fór bara í smá solo exploring tour. Húsið okkar hérna. Geggjað hús. Ég veit ekki hvort það heyrist neitt í mér, það smá rók. En oh my god, the view. Good morning frá Króatíu. Veðrið í sögulegu hámarki. Við erum bara búin að vera fyrir sjóinn í morgun. Ég í smá tannpásu núna að fá mér að borða. Úps. Stulli búinn að vinna. Ég búinn að sóla mig for hours. Það var bara svona snákur. Ó, hvað heitt hérna? Snjóskóla? Nei. Snjóskóla. Leita á næstu strönd. Búinn að vera svo mikið á okkar og nú þurfum við að fara að skoða eitthvað meira. Sko. Luxus vandamáli. Þannig að, let's walk into town. Komið með! Komið með! Potentially búinn að fá aðeins mikið að sól í dag. Þú fór aftur út í það? Ekki allt undir sólstík í lagi. Jú, örugglega. Og blessaðan. Það kominn mánudagur í dag sem þýðir að við erum búin að vera í næstu því viku. Stulli og Elli fóru og sóttu paddleboards á það. Þannig að maður verður eitthvað að skoða það. Svo ætlum við að labba aðeins lengra inn í Hoflja, fara fyrir hornið og sjá strönd sem svona aðeins klettóttari. En já, þannig að planið í dag var bara svona taka myndavélina með. Það engin dagskrá, bara svona go with the flow. Þannig að ég ætla að skella mér aðeins í sjóinn núna. Where are we going? Ströndina. Ströndina. Í sjóskónum okkar. Wow. Við erum búin að fá paddleboards. Við erum að sækja eitt slíkt hér. Pick it up, pick it up. Let's go. Yep. Frekar næs. Morgun sundspretti lokið. Þetta eitthvað annað.
Beautiful svæði. Jöfull væri létt að venjast þessu. Hoppar verið þetta? Nei, það. Úff, það mér svo litið. Elli og Sædís eru á paddleboard. Við vorum 2 á paddleboard sem ég held að þessi séu ekki hönnu fyrir. Ég er 100% ekki. En það var næs. Settu pappaðinn alveg fyrir. Ástæðan fyrir ferðinni er einmitt 60 afmæli hjá bæði Herdís og Ella, tengdó. Þannig að á eftir ætlum við að vera með afmælisbrunch sem við þurfum einmitt að fara að græja. Klukkartið samt, það er ruggla að setja þetta. Chardonnay og var hér á Slóveníu. Já. Svakalega gott. Þetta er þetta geggja hvíti, við erum búin að drekka nokkra svona. Fylgdi náttúrulega 20 svona flöskur með húsinu. Það er þetta svakalegt. Bara ég drekki bara eins og ég vilji þegar ég er þetta. Ok. Challenge accepted. Say less, lady. Það skála við mig. Já. Það kvölda mér út. Skál. Í plastglasi. Strutt. Það var mjög eitthvað sad. Boom. Ok, þetta ætla ég að fakta þér uppáhalds baðströndi mín hérna. Þetta er búið að vera ógeðslega lovely dagur. Svona alveg að verða of kalt til að chilla. Pavlía og Brač, Króatíu. Þetta er alveg frekar næs. Komin á date. Það er bara að vera símanum á date. Ég ætla að sýna bátinn. Það er geðveikt Líka veður. sjávar eftir lyktin af þessum gítar. Eðalforréttur. Ég var að segja að það var eins og pabbi minn væri að hella í þetta hvítísglas. Hann er yfirleitt að vinna með svona hingað kannski. Þannig að þetta er næs. Þetta er Papa Pour. Bon appetitos. Með þig. Maturinn næs, Skál. vona ég. Tók þessa austurísku þýsku máltíð, Vienna steak.